Já, þá heldum við áfram og núna ætlum við að taka fyrir kvótarunur. Ok, og ef við tökum bara dæmi einfalda kvótarunu, það er til dæmis svo 2, 4, 8, 16 og svo framvegis. Þannig að eiginleiki runur hérna er sá að þessar tölur tvöfaldast alltaf. Þannig að 2 sinnum 2 verður 4, 4 sinnum 2 verður 8, 8 sinnum 2 verður 16, þannig að næst væri hérna 32. Ok, þannig að eins og með mismunarunu þá er eiginleiki kvótaruna, það er þá oft talað fyrsta liðinn, hann heitir A1 og síðan er hann kvótinn. Kvótinn kallast Q og hann er hlutfallið milli einhver liðar og liðarins á undan. Þannig að þetta til dæmis getur verið 16 deilt með 8 eða 8 deilt með 4 eða 4 deilt með 2. Þú fari alltaf út sama Q-ið. Ok, þannig að tökum núna smá dæmi hérna og við ætlum að taka, sjá, C1E. Ok, þannig að við erum með dæmi sem lítur svona út. Þannig að við erum með 3 til kvótaruna, sem gefur spurningamerki, sem kemur 27, sem gefur spurningamerki og svo framvegis. Og við viljum finna kvótan. Ok, þannig að það sem við vitum er að hérna gerum við 3 sinnum eitthvað Q, þá fæst þessi tala. Síðan gerum við þessi tala sinnum Q, þá fæst 27. Þannig að þegar við förum frá 3 upp í 27, þá erum við að margfalda með Q einu sinni tvisvar. Þannig ég get sagt að 3 sinnum Q tvisvar sinnum, það er að segja Q sinnum Q, sem er ekkert annað en Q í öðru veldi. Þetta er 27. Ok, þannig að ef ég ætla að finna út úr þessu, þá get ég sagt að Q í öðru er sama sem 27 deilt með 3. Q er þá sama sem ferningsrótin af 27 deilt með 3. Ok, við gætum líka veikið annan dæmi, við náðum að tróða hérna. Segjum að A1 sé 5 og A6 sé 400. Ok, við getum sagt hérna, ef ég tek 5 og ég margfalda með Q 5 sinnum, að því ég er að fara úr fyrsta lið yfir í sjötta lið, þannig ég er að margfalda með Q 5 sinnum til þess að komast úr fyrsta lið upp í sjötta lið. Og ég get sagt að þetta sé sama 400. Þannig að Q í 5. er sama sem 400 deilt með 5, sem er 80. En til þess að finna Q-ið, þá þarf ég að taka 80 og setja þið veldið 150. Þá fæ ég svarið við því. Kíkjum á annan dæmi. Þannig að hérna erum við með A1 er sama sem 4, Q er sama sem 3 og við erum að finna 5. liðinn. Nei, segjum við ætlum að finna 7. liðinn. Ok, þannig ég byrja með 4 og alltaf þegar ég fer í næsta lið fyrir ofan, til dæmis A2, að þá margfaldi ég með Q. Þegar ég ætla að fara næsta lið eftir það, þá margfaldi ég aftur með Q og aftur með Q. Og til þess að komast frá fyrsta lið, til þess að komast frá fyrsta lið yfir í sjötta lið, þá er ég að margfalda með Q 5 sinnum. Og þannig að þetta ætti að vera 4 sinnum 3 í 5. veldi og þetta getur maður að reikna út auðvitað. Og við sjáum það að við getum leitt út almenna reglu að ef ég ætla að finna endaliðinn, þar sem þetta getur verið 7. liður eða 10. liður eða whatever, bara endalið, hvernig fæ ég það út? Jú, ég tek fyrsta liðinn og ég margfalda það með Q
n mínus 1 sinni. Sjá til dæmis að dæminu frá hann. Ég var að fara úr fyrsta lið yfir í sjötta lið og þá var ég að margfalda með q 5 sinnum. Ekki 6 sinnum, heldur 5 sinnum að því ég er að fara úr fyrsta lið yfir í sjötta lið. Það er að segja 6 mínus 1. Þess vegna kemur hérna n mínus 1. Og þetta er jafnað sem þið fáið ekki gefið á formúlublaði, af því þetta reynir á skilning og allt þess að reynir á skilning eða ekki að leggja minni, heldur bara að skilja. En þið fáið visslega aðra jöfnur gefnar. En kíkjum núna á annað dæmi. Þannig að við ætlum hérna að við erum gefið með annað lið, hann er 4, við erum gefið með q sem er 1,5 og við ætlum að reikna út 15. liðin. Þannig að við erum ekki með fyrsta liðin gefin hérna. Við gætum þannig að reikna hann út með þessari hérna jöfnu en það er óþarfi. Af því að það sem við erum að gera hérna, við erum að fara frá lið nr. 2 upp í lið nr. 15. Og lið nr. 2 er ekkert annað 4. Þannig ég byrja með 4 og síðan þegar ég fyrir næsta lið eftir því og þá er að margfalda með q. Og hversu oft er ég að hækka mig? Ég er að hækka mig að fara frá öðru sæti eða öðrum lið fyrirgefið upp í 15. lið. Þannig ég er að margfalda með q 13 sinnum. Ok. Þannig ég get sagt að 15. liðurinn, það er hérna annar liðurinn sinnum q 13 sinnum. Og þá er ég komið með svarið við því. Tökum eitt dæmi í viðbótina. Segjum að við erum með hérna þriðja liðin gefinn og hann er 5, við erum með 8. lið gefinn og hann er 160 og við erum að finna q. Þannig að við getum sagt hérna, ok, við erum að fara frá þriðja lið upp í 8. lið. Þannig að þegar við förum frá þessu hérna, þá erum við að margfalda með q 5 sinnum. Við erum að fara frá þriðja lið upp í 8. lið. Þannig við getum sagt að A3 sinnum q 5 sinnum verður sama á 8. liðurinn. Ég vil setja hérna inn. Nei, þetta á að vera sinnum hérna. Sama sem 160. Og þá sjáum við þá verður þetta, afsakið þetta aftur vel gert hjá mér. Q í 5. verður sama sem 160 deilt með 5. Þannig að Q verður sama sem 160 deilt með 5 í veldinu 1,50.